huga mér þegar ég sé ljóð eftir hann Jón Hjörleif. Segja ykkur smá sögu á honum. Hann var skólastjóri á Hlíðardalsskóla fyrir margt löngu og vinkona mín sem er nú komin yfir áttrætt, hún var þá bara unglingsstúlka og hún hefur oft sagt frá því að það var svona smá skylduverkefni eða verkefni í skólanum að biðja sem sagt þakkarbæn fyrir matnum, standa upp þegar það var verið að matast, áður en var matast og þakka fyrir mati. Og þessi þá unga stúlka, henni óx þetta svo ofboðslega augum og hún kveið svo mikið fyrir því að hún ákvað að láta sig bara hverfa úr skólanum seint nótt. Fara bara mjög snemma og ná kannski rútuna sunnan, ég veit ekki alveg, þetta er náttúrulega niður á Hlíðardalsskóla og hún þurfti þá að ganga upp á veg eða eitthvað. En alla vegana fannst henni ekki viðeigandi annað en að hún hvetti skólastjóran, því henni var mjög vel við Jón Hjörleif og þau voru ævilangi vinir. Og svo hún bankaði upp á hjá honum, ég veit ekki hvort það var 4 eða 5 morguninn og hann sem sagt tók vel á mótinu eins og hans var vandi og hann tók Guðs orð mjög alvarlega og sýndi fólki vináttu, hlýju og kærleika alla tíð, allavega þekkti hann ekki fyrir annað. Svo hann bauð þessari ungu stúlku inn sem var þarna í uppnámi, hún sagði ég ætla bara að koma og kveðja þig og ég að fara og svona. Og hann sagði, má ekki bjóða kleinu? Og hann galdraði fram kleinu og mjólkuglas handa unglingnum og svona settist niður við eldhúsborðið til að spjalla við hana. Og hann bara tók það á sig að hann skildi bara biðja sem sagt þakkarbænina fyrir hana. Hún þyrfti ekki að ganga þetta skref, hann var ekki að pína hana. Svo hann sýndi svona kristilegan kærleika og skilning og hún gleymdi þessu aldrei og hélt áfram að vera í skólanum. Af því að skólastjórinn bauð henni mjólk og kleinu þarna næstum því miðjanótt og sýndi þessu skilning og hlýju. Það skiptir máli hvað börnin okkar fá í veganesti og það gladdi mig mikið í gær af því ég nú með fjölskylduna mína, yngsta soninn og hans börn, stjúpbörn. Ég með þau sem sagt og svo litla barnabarnið, 8. barnabarnið, allt í heimsókn, svona 5 manns, voða gaman. Og þau báðu mig í gær eða fyrradag að kenna sem sagt 11 ára tvíburunum sem eru svona bónusbarnabörnin mín, kenna þeim faðirvorið og ég tók náttúrulega bara, mér fannst það heiður einn að fá að kenna þeim faðirvorið, svo ég settist niður í gærkvöldi að kenna þeim faðirvorið og gaf þeim smá skýringar á orðalaginu eins og þetta með skuldirnar og fyrirgef og vorum skuldinu auðum og allt þetta að kenna þeim þýðinguna á þessu, hvað það þýddi og þau tóku þessu afskaplega vel. Þannig að við erum alltaf, það dettur upp í hendurnar á okkur oft að fá svona beiðni eða verkefni eða eitthvað og það er oft sem að tengist kannski barnabörnunum eða ekki, við getum kannski sáð litlum fræjum eftir bestu vitund og með skynsemi biðjum Guð að leiðbeina okkur í öllu því að það verður alltaf að stíga varlega til jarðar og það er oft mótþrói en það er náttúrulega dásamlegt ef maður fær beiðni að fara að kenna blessuðum börnunum faðirvorið. Og ég að lesa bók hérna sem að ég gróf upp aftur, hún náttúrulega búin að vera lengi í skápnum mínum og ég las hana fyrir mörgum árum. En í henni er skemmtileg frásögn foreldra og son og ung fjölskylda og þau settust niður til að borða kvöldverð. Og 5 ára gamall Stefán, hann var beðinn að þakka fyrir matinn, bara með bæn, borðbæn. Og þá sagði svo stutti, kæri Guð, ég vona að þú hafir átt góðan dag. Ég hef átt ágætan dag, þakka þér fyrir matinn en Guð. Ef að pappa og mamma fara ekki að tala saman aftur
og laga það sem hefur komið upp á milli þeirra, þá er það bara ég og þú sem höfum það gaman saman. Amen. 5 ára bæn. Þannig að já, Guð er ekkert mikið nálagt okkur endilega þegar við erum búin að kjósa að vera í ósætti. Og kannski leyfir hann okkur bara að vera í ósættinu og vinna úr því. En ég las í morgun líka úr bókinu okkar góðu Daglegt líf, og ég ætla að klára þessi fáeinu orð með því sem er í dag. Og yfirskriftin er úr Jesaja 27. kafla, 5. versi. Menn leiti hælis hjá mér og gjöri frið við mig, eins og barnið var að biðja Guð að gera frið á milli, skapa frið á milli pappa og mömmu, eða láta þau leysa úr þessum ágreiningsmálum sínum. Bragðir að þá barnið finnur. Og segir óvinurinn getur ekki sigrað hinn hóværa, lærisvein Krist, þann sem framgengur í bænrækni fyrir drottni. Óvinurinn getur ekki sigrað hann. Kristur býður sig fram sem hæli, skjól gegn árásum hins illa. Fyrirheitið er þetta: þegar óvinurinn kemur eins og flóðbylgja, mun andi drottins hefja upp hermerki gegn honum. Satan var leyft að freista hins mjög svo sjálfsörugga Péturs eins og honum hafði verið leyft að freista Jóbs. En þegar því var lokið, varð hann frá að hverfa. Hefði Satan verið að leyft að fara sínu fram, hefði engin von verið fyrir Pétur. Trú hans hefði beðið algjört skipbrot, en óvinurinn vogaði sér ekki að fara hársbreitt út fyrir sitt afmarkað svæði. Svolítið merkilegt. Engin máttur er til í öllu veldi Satans sem getur knésett þá sál sem ber barslegt traust til visku þeirrar sem kemur frá Guði. Eins og þessi 5 ára sem bað, hann treysti Guði. En hann sagði, já, við erum bara 2 saman Guð, þú og ég, meðan þau eru að leysa þessi ágreiningsmál. Kristur er styrkur okkar og Satan hefur ekkert vald yfir þeirri sál sem gengur með Guði í auðmýkt hugans. Að muna auðmýktina. Fyrirheitið er: hann leiti hælis eða styrks hjá mér og gjöri frið við mig, segir Jesaja. Í Kristi er fullkomin og algjör hjálp handa hverri sál sem verður fyrir freistingu. Allstaðar eru hættur, en allur himinin er á varðbergi svo að enginn freistist megn fram. Sumir hafa sterk skapgerðareinkenni sem stöðugt verður að halda í skefjum. Þau verða til blessunar ef þeim er haldið undir stjórn anda Guðs, en ef ekki verða þau til bölvunar. Og við þekkjum fullt af fólki sem er með mikið skap og mikið vilja, en ef þau fá að mótast í réttu hugarfari og trú, þá sjáum við þetta oft verða næstum því mikilmenni, bara ákaflega sterkt og gott fólk. En það er þessi tamning, það er þetta uppeldi, það er þessi leiðbeining og handleiðsla sem skiptir svo miklu máli. Ef við gefum okkur af þessu af óeigingirni, víkjum aldrei hársbreitt frá meginreglum okkar, mun Drottinn umvefja okkur sínum eilífu örmum og reynast voldugur hjálpari. Ef við viljum líta til Jesú sem þess er treysta má, mun hann aldrei bregðast okkur í neinum vanda. Við þekkjum þetta mörg okkar, við höfum séð hann að verki í lífi okkar og ástvinu okkar. Það er bara að treysta. En við skulum syngja.